Komið sæl og velkomin í þáttinn Öryrkjaráðið á Samstöðinni. Þetta verður svona styttri þáttur kannski en vanalega, en við ætlum aðeins að líta við hjá henni Báru. Hún með prófdétt í gangi. Hvað segirðu Bára? Nú ertu bara heima að hvíla þig eða hvað? Þú ert bara rúmliggjandi? Já, ég náttúrulega hef bara takmarkaða orku á dag og ég að nota aðeins meira heldur en ég á að gera þessa dagana. Þannig að ég bara leggst niður leið ég kem heim og bara næ allri hvíldinni sem ég þarf og svo fer ég bara og skelli mér á stað aftur. Þannig að þú ert svona, núna ertu bara algjörlega að velja hvað þú setur orkuna í og þarft að borga í rauninni fyrir það. Já, ég alveg, sko ég tók smá, með sér stuttum sterakúrs til þess að geta þetta. Alltaf því ég þarf að taka með einhver svona verkefni, þá fer ég á svona stuttan auka sterakúrs, fæ smá auka orku í smá tíma og svo verð ég bara pínu veika á eftir. En til að lifa lífinu, þá þarf maður bara stundum að ákveða að gera hluti og taka afleiðingunum, er það ekki? Jú, ég þekki þetta mjög vel að þegar fólk að ráðleggja manni að, fólk voðalega mikið í því að ráðleggja manni að hvíla sig og vera í balans og svona, ég svona skorpumanniski sjálf. Já. Og ég til dæmis tók rosa svona vinnutörn hérna fyrir síðustu helgi. Og svo var ég bara búin bara sunnudag, mánudag, þriðjudag. Og þetta er náttúrulega bara alveg val að gera þetta. Stundum bara það val, stundum náttúrulega kemur eitthvað upp á, en stundum það val og þá bara, já, fólk fattar ekki alveg af hverju maður að, þú veist, af hverju að hlaupa á brottum fæti, hvað það meina? Ég valmöguleikurinn bara annarkvort það eða vera bara að gera ekki neitt stundum, sko. Já, ég upplifa það einmitt aldrei þannig. Annarkvort get ég bara sleppt í að gera nokkuð eða ég bara sett bara einhvern veginn alla orku í að hlaupa og svo bara dett ég og legg í smá tíma eftir. Já. Þetta er, en svo er samt, sko, já, mér var svo skemmtilega einhvern tíðan þegar ég las skeiðakenninguna. Spoon theory, skyldulesning ef þú þekkir einhvern sem með langvinnveikindi og eiginlega bara skyldulesning fyrir alla. Eiginlega fyrir alla, já. Einmitt. Stuttur texti og hann hjálpar geðveikt að skilja. Já, og þetta gengur út á það að þú átt í rauninni bara x margar skeiðar á dag og þú velur í hvað þú notar þar. Þú þarft alltaf að nota eina skeiði að fara í sturtu eða að gera ákveðna hluti. Og við sem eru langveik, þetta er náttúrulega sérstaklega við eigum bara x margar skeiðar. Og svo ég núna að taka framtíðaskeiðar með því sem ég að gera núna, sko. Já. Þannig að í næstu viku þá verður það... Þá áttu bara ekki þessar skeiðar. Þá það bara, á ég að fara í sturtu eða á ég að borða. Einmitt, akkurat. Heyrðu, en þú ert núna ertu bara að hvíla þig heima og leggur að því þú ert búin að vera að æslast og þú ert ennþá í rauninni að æslast. Hvað sýningar eftir? Já, þú ert með sýningu á listahátíðinni Friends. Já. Já, segðu okkur aðeins frá þessu. Ég er með sýningu sem heitir This is not a show og annars vegar er þetta innsetning, svona innsetning í rými og hins vegar þetta live show sem eru þarna 3, eitt í dag klukkan 16:30 og eitt á föstudaginn klukkan 16:30. Og þetta í Gallerí Fold? Gallerí Fold, já. Á Rauðarárstíg eða? Á Rauðarárstígnum, já. Rétt við hlem. Og sýningin er svolítið svona pínu svona yfirsýn yfir svona, þú veist, áður en að ég veiktist, þegar ég veiktist, aktivismann minn þá og svona samt sem aður, þú veist, veikindapælingar og eitthvað og svo svona kíkti yfir í klausturmálið og það ýtti mér að stað til þess að fara að gera meira með listina mína og svo svona aðeins verið að skoða hvað gerist þegar einhver sem búinn að plana rosalega mikið
einhverja listahátíð, eða setja lista á listahátíð og alveg búin að reikna út allar skeiðarnar. Þegar einhver kemur og bara kippir þeim öllum og hendir þeim, sko. Hvað gerir maður þá? Það skilur bara aftengarskeiðar, já, einmitt. Og hef ekki neitt til að hjálpa mér að finna nýja, sko, heldur. Þannig að, já, ég ákveði staðinn fyrir að innstillingin svona sína, oftast, sko, þarf maður að hætta við verkefni og bara hendir þeim eða kemst ekki eða eitthvað. En ég ákvað bara svolítið að þar sem við stödd í undirbúningum, ég setti það bara upp. Og það bara einmitt svona í kringum þetta svona eins og stillasarsvæði, þetta work in progress, sko. En síðan ég í innleiknum á eftir sem að ég eða sem sagt, mitt á milli stand-up og TED Talk, ég veit ekki alveg hvað kalla þetta. Ég kalla þetta monodrama. Monodrama? Já, þá fer ég svolítið dýpra í þetta allt saman og ég fengi alveg óboðslega sterk og flott viðbrögð frá fólki á fyrstu sýningunni og yfir höfuð sem að vita hvað það snýst. Og ég þetta fjallar þú veist, langveiki, þetta fjallar samfélag, þetta fjallar tímana sem við erum með í gangi núna og svona tekið smá húmor á þetta líka. Þetta í rauninni, þetta persónuleg sýning en samt mjög bara svona sammannleg miðað við hvernig bara það gæti verið þarna einhver þannig lagað hvaða langveikur sem þarna á köflum. En svo þetta líka þú eða ekki þarna í persónan þú líka. Það var sem svo fyndið að þegar ég var með opnununa fyrir sýninguna þá sagði einn konan, hún leit á svona construction area sýningunni og sagði já þetta svona einmitt ár í COVID. Og ég sagði já þetta svona 16 ár í veikindum. En hún allavega kannast við þetta núna allt í einu. Sem náttúrulega gott eða vont, ég veit það ekki. Einmitt. Þannig við ætlum að sýna bara svona aðeins bara glimps í þessum þætti af bara svona undirbúningsmyndbandi sem þú gerðir. Já, ég líka með einhverja myndir og eitthvað, þú velur bara eitthvað sniðugt til þess að sýna. Ef það eitthvað sniðugt. Síðan maður svo bara segja fólki frá því að sem sagt, jafnvel googlið bara Reykjavík Fringe og þá kemur síða með allir dagskráni og ef þið missið af kannski einhverja eða sjá ekki fyrir eitthvað að komast niður eftir eins og við gerum oft þá live feed af mörgum hlutum og hljóðum mitt á föstudaginn live feed streymi þannig að því ég veit að ég kemst ekki á næst í alla sýningarnar þá langaði mér svona til að henda þeim bolta í hendunum fólki og þar verður það svona samtal við hliðina, fólk að tala saman eins og sé í alvörunni að horfa á staðnum og hægt að styrkja okkur í gegnum það líka. Þetta nefnilega eitthvað sem að kannski opnaðist svolítið á núna í COVID-inu mitt, hvað var það bara náttúrulega söfnin og galleríin og leikhúsin og annað. Ég meina ég sá daginn var vinur minn að dansa í ballettsýningu í Noregi, í konunglega ballettinum í Noregi og það var þetta bara að horfa á útsendingu, bara streymi af því. Það nefnilega svolítið flott, sko. Þetta orðið alveg magna. Og það líka, sko, ég meina maður sá það svona af og til fyrir svona livestream. En núna þetta orðið kannski eitthvað sem gerist kannski frekar mikið og oftar og við bara erum öll bara yfir því að við náttúrulega bara í raun og veru erum ekkert alltaf hæf til að mæta á alla þessa hluti og ef ég eiginlega vonast til þess allavega svona hlutir haldi áfram að vera í góðu og aðgengið á Gallerí Fold fínt fyrir utan svona eitt lítið svona jafnþröskuld í hurðinni sko, þannig að Heyrðu, þannig að við bara hvetjum fólk til þess að annaðhvort fylgjast með á netinu eða mæta. Já, mér langar að sjá sem flesta. Já,
einmitt. Og svo bara, já, svo spurning, það er séns að við verðum eitthvað frá í næstu viku. Við þurfum aðeins að skoða núna hvort við tökum eitthvað sumarfrí eða hvort að við verðum með endursýnda þætti, þannig að það gæti verið eitthvað með breyttu sniði núna næstu vikuna. En svo kannski bara verða þættir, þannig að við bara áhorfendur verða bara fylgjast með. Já, og þá, ég meina, við ætlum að endursýna líka, þú veist, flottustu þættina, en ef þið mistuð af einhverju, þá Já, við náttúrulega gerum það ef til þess kemur að endursýna. Þannig að annars sjáumst við bara næst. Við gerum það. Heyrðu, og ég bara minn ykkur á að kíkja á síðan okkar á Facebook, Öryrkjaráðið. Og já, þannig að takk fyrir í dag. Takk. Frins byrjað og ég fór að lét sjá mig í smástund á opnunarpartíinu. Svo bara byrjar innsetningin að komin inn og opið frá 10 til 6 í Gallerí Fold. Og svo verði ég með live showin mín klukkan 16:30 mánudag, miðvikudag og fimmtudag. Þannig að endilega koma að sjá, yey! Nú ætlum ég að fara heim og bara einhvers staðar og vera geðstolt af því hvað mér tókst að gera mikið í dag. Það bilaði ofninn hjá okkur þegar við erum með svona hluti sem þarf að gera hérna heima og ég var að reyna að finna út hvernig væri best að gera það og þá kom til tals að ofninn hefði verið á hæstu stillingu í ógeðslega langan tíma því að það var eitthvað og hvort það væri þetta leið einhvern fyrir það og ég sagði bara, nei, þetta kíkja bara á þetta og sé hvað þetta er og ég kíkja á þetta og ég sé strax hvað þetta er og einhverjum ástæðum hafði ég pínu orku þannig ég náði að laga það og bara, þú veist, frekar ánægð með það og stolt af því, sko. Svo stend ég upp og byrja, þú veist, ég fyrir að sjá skítin á ofninum, skítin á framhliðinu á eldavélinni, skítin á ofan á öllum hlutunum í eldhúsinu og það bara svona þyndist yfir mig þetta það að ég get ekki einu sinni ákveðið við hvað hreinlætisstig ég vil búa af því að ég er með þrif frá borginni sem gerir vist og það er bara mjög takmarkað og bara eftir vissum reglum. Konan mín og ég erum veikar og þannig að það næst ekki að gera það sem að það er aldrei díteilað eitt eða neitt og ég fór bara að hugsa þetta hvernig maður svona lækkar bara kröfurnar, maður bara lækkar þar og lækkar og svo í ofunalega þá er það líka þannig að meðan ég vissi ekki að ég væri veik þá
það var alltaf verið að tala um hvað ég var í löt og hvað ég gerði þetta illa og hvað ég var alltaf skítugt heima hjá mér og lítið út eins og dópæli og whatever. Og núna veit ég að það út af blöndu af athyglisbrest og rísandi þreytu og verkjum. Og ég veit að þetta varð alltaf meira og meira eitthvað sem ég hafði ekki stjórn á. Og svo bara, ákvað ég að láta eins og mér var alveg sama. En svo þegar ég stundum með pínu orku og næ ég gera eitthvað. Þá átta ég mig á því hvað ég mikið eitthvað neginn, bara ekki, ég bara, ég ger ekki þær kröfur til heimilisins míns að það sé eins og ég vil hafa það. Og svo tek ég við skömmum og áliti annara og það ekkert betra. Og svo ég með röddina á, mömmu minni og ömmu minni og fullt af fólki sem hefur komið og gagnrýnt fasta í hausnum á mér með einhverja hluti sem ég næ aldrei að þrífa nógu vel, ég næ aldrei að gera neitt vel. Well, why do the show at all? I mean, obviously I couldn't do a show. But maybe that is the important point. How absurdly funny, dramatically, but yet, importantly, I didn't do the show. Come to see This Is Not a Show. It is a very, very important and funny and weird. And did I say important? I need you to see my show. Remember though, this is not a show.